Komið sælir og blessaðir kæru fiskar. Áður en að lesturinnum ykkar kemur þá langar mig að minna á bókina mína sem ég reyna að selja. Ef að ykkur vantar leiðbeiningar á íslensku, skýrar og einfaldar með tarotspilunum ykkar eða þið þekki einhvern sem hefur áhuga á slíku, þá hérna bók þar sem að hafi farið í hvert spil fyrir sig og pláss fyrir punkta frá ykkur sjálfum. Þetta unnið upp úr námskeiðum sem ég var með og síðan eru lagnir hérna aftast. Ef þið hafið áhuga, bara senda mér skilaboð á Messenger og ég sendi hvert á land sem og ég byrja erlendis líka ef því að skipta. Kæra þakkir fyrir það. Þá koma lesturinnum ykkar. Fyrsta spilið ykkar hérna hugrekki. Valiant Courage. Ég kalla þetta alltaf Prins Valiant spilið. Þið sem eru jafngömul og ég eða eldri viti kannski hver Prins Valiant var. Jæja, skiptir ekki máli. Það bara verið að tala kæru fiskar, að þið leggið smá ástríðu í það sem að þið eru núna að fara að gera, það sem framundan hjá okkur og að þið takið af skarið og byrjið. Gerið hlutina, verið ekki hræddir, heldur sínu hugrekki og geysist bara áfram. Samt ekki af neinu offorsi, heldur af ákveðni. Eitthvað sem þið eru að fara að gera sem að krefst þessa. Og æðsta prestinjan sem hérna við hliðina á honum, Prins Valiant, hún bendir ykkur á að nýta innsæið ykkar betur og ef til vill eru margir ykkar kæru fiskar með næma skynjun eða dulræna hæfileika eins og við segjum og þá eru einhver skilaboð þar til ykkar eða þið getið nýtt dulræna hæfileikan ykkar til að fá skilaboð til að hjálpa ykkur við þetta ákveðna verkefni. Það er svo margt sem ég kalla verkefni. Þetta getur verið vinnutengt eða bara eitthvað í lífi ykkar sem að þið þurfið að takast á við. Alheimurinn eða almættið með ykkur í liði og mun aðstoða ykkur við þetta. En þið getið ekki skorast undan því samt sem áður að bera ábyrgð sjálfur því að það hugrekki sem að liggur hjá ykkur. Þessi æðsta prestinja líka alveg óhrædd. Hún óhrædd við hæfileikana sína. Hún óhrædd við að nýta þá til góðs, sjálfur sér og öðrum. Og hún styður það að þú og aðrir nýti sína hæfileika og nái tökum á svona sínum innri eldi, á sínum ástríðum og nýti þær til að koma hlutum áfram. Svo þessi fallegi dreki hérna sem í raun og veru með sömu skilaboð. Hér stendur take action with passion og drekinn kemur með skilaboðin be bold and mighty forces will aid you, take action. Good luck favors the brave, það að segja. Heppni mun fylgja hinum hugrökku. Það þetta að sýna hugrekki og vera áræðin. Ég held að það sé orðið svona sem að bold merkingin nær yfir. Þá muntu fá þau öfli lið með þér sem þú þarft.
Á hvaða leið ertu? Bæði þessi spil tala það að þú sért á einhverju ákveðinni leið, sért að þetta vil að leita svara eða leysa ákveðna hluti. Þannig að núna virðist bara vera tíminn að taka af skarið. Ok. Spilið ykkar hér. Já. Hérna er leiðin ykkar. Og hún er að fara þangað sem að kærleikurinn er. Þangað sem að, eitthvað sem að, ok, ég ætla að lesa þetta bara á ensku fyrst. Back to what you love. Það er að segja að fara aftur þangað þar sem eitthvað er sem að þið elskið. Kannski er það lífstíll, kannski er það staður, kannski er það manneskja. Þannig að þetta er svona endurkoma á einhvern ljúfan og góðan stað. Núverandi staða ykkar er í raun og veru að færa ykkur tækifæri til að endurmeta hvað það er sem þið viljið gera, kæru fiskar. Og gefa ykkur byr undir báða vængi til að nálgast það. Að kannski eru sumir ykkar fastir í einhverju stöðu sem er ekki að færa þeim gleði eða hamingju. En hér er tækifæri til þess að komast út úr því og fara aftur að snúa sér að því sem þið elskið. Ok, þetta voru fallið skilaboð. Þið sjáið hérna stígurinn er upplýstur alla leið hérna út á enda þar sem að sólin virðist bíða og fiðrildi sem að fylgja ferðalangnum hérna á leiðinni. Fiðrildi sem tákna umbreytingu og fuglar, fallegar dúfur sýnist mér sem að yfirleitt tákna frelsi og frið. Mjög fallegt spil og fallegt skilaboð til ykkar. Ok, kæru fiskar, þið fáið hérna englaspil líka. Já, það er hjartastöðin. Fiskarnir eru mikið tilfinningamerki, eins og þið kannski vitið. Kærleikurinn er það sem máli snýst um. Hjartað er það er öruggt, þið eru öruggir, það er öruggt fyrir ykkur að elska og að vera elskaðir og að það er öruggt fyrir ykkur að opna hjartað. Ykkur er óhætt að standa með tilfinningum ykkar. Það er eiginlega skilaboðin hér og það er þá líklega í tengslum við þetta sem að þið eru að sækjast eftir hérna sem þið vitið að er gott fyrir ykkur. Það getur verið misjafnt í hverju tilviki fyrir sig hvað það er nákvæmlega. En þetta er eiginlega bara eins og fylgja hjartanu eins og við segjum. Fylgja hjartanu. Og innsæið og hjartað tala alltaf vel saman. Sýna hugrekki, áræðni, fylgja hjartanu, fara þangað sem hjarta leiðir mann og þá mun veljiðan fylgja í kjölfarið. Það er eiginlega skilaboðin til ykkar, kæru fiskar. Afskaplega fallegt og eiginlega engin ástæða til að segja neitt meira það. Ég óska ykkur bara alls síns besta með þetta. Ég vonaði að við fundið eitthvað sannleikskorn í þessu. Allavega að þið hafi haft gaman að þessu. Og hugrekki þarf ekki að vera eins og stórt organdi ljón. Hugrekki getur bara verið hreinlega að taka eitt lítið skref. Munið það, ef að þetta með hugrekkið er eitthvað að hræða ykkur, þá þýðir það ekki að þið þurfið að vera algjörlega útofnu.
Hugrekki getur verið eitthvað sem að þið stíið í skrefum yfir einhvern ákveðin tíma. Svo lengi sem að þið hafið sýnina og viti hvert þið eruð að fara, þá það sem skiptir máli. Kæru fiskar, gangi ykkur vel, ljós og kærleikur.